Góðan daginn, gestir og gangandi. Einu sinni var heilsað svona, ekki? Þetta er ágætiskveðja. Við getum líka bara ef við viljum heilsa í Jesú nafni. Sumir finnst það nú alltaf besta kveðja. En menn hafa þetta svona eins og þeir vilja. Þurfum ekki að hneykslast á því þá menn noti svona orð eða önnur orð, aðalatriðið að orðin sem við erum að brúka séu ekki ljót. Það er til ljót orð og ljót orð koma af hjarta sem hefur gleymt að það er að fóðra sig á hinu góða, hefur gleymt að frá hjartanu mælir munnurinn og það sem fer í hjartað þarf því að vanda. Og hver stjórnar því sem þangað fer annar en eigandi þessa hjarta og hins. Eigandi hjartnanna er maðurinn og hann stjórnar því hvaðan og hvernig hann matar sjálfan sig og sitt hjarta, en ekki allir átta sig á að þaðan eiginlega kemur orðaforðinn sem út munn fer. Eins og vorum að tala séðu ljót, stafar það af því sem þar er. Séðu góð, uppbyggileg, hjartnæm, ljúf og sannleikasmegin er ástæðan að sama bergi brotið, að þar býr gott hjarta sem hefur fengið rétt fóður, verið hlúð réttað og það geta allir menn gert, rétt eins og að mata sér sjálfan á óhróðri. Hver vill það? Ef við hlustum bara í kringum okkur, heyrum það sem fólk er að segja, kemur furðu fljótt í ljós hvað hjartað geymir. Þess vegna skaltu taka eftir þeim sem að bera fram gott eitt úr sínum munni og svona jafnvel halda þig þeim megin. Því að nóg er af hinum sem að dæla út einhverju sem að í raun og veru gerir ekkert nema skemma. Það eru nefnilega tvö öfl í þessum heimi, vissirðu það? Annað er illt og þetta illa er af föllnu eðli og að því að það er illt sækist það í að bera fram illt. Syndugt fólk hefur ekki varnir uppi og það er því berskjaldað fyrir þessu illa sem hvenær sem það vill getur dælt í það sem það er að segja og Biblían segir að ljúgi, segi ekki satt og Biblían segir meira, hefur ekki leyfi Guðs til að bera fram sannleika. Finnst þér þetta merkilegt? Finnst þér þetta einkennilegt? En þetta er það sem að Guð segir og þetta er alveg rökrétt að hann skuli tala með þessum hætti vegna þess að ég og þú skulum vita að hann einn ber fram sannleika. Þetta er algjörlega aðskilið. Og manneskja, ég og þú, sem að elskum Jesú, munum líka að hann elskaði okkur á fyrrabragði og vegna kærleik hans og ástar til okkar þurfum við að elska hann. Þannig þetta er allt frá honum komið. En orðin sem við tölum fari hjartað og spurningin því, getur við, hver heldur utan hjartað? Þessi fallni illi heimur eða lifandi upprisin Jesús.
Ég vil að mitt hjarta sé varið af lifandi Jesú og mín trú auðvitað að svo sé þessu máli farið, en ég sé ýmislegt í kringum mig þar sem fullyrða má að ekki. En ég get ekki borið neina ábyrgð á því. Ég verð að bara halda áfram við það verk sem ég veit að það sem ég á að gera og halda áfram að mata hjarta mitt með góðu, og þetta góða kemur allt úr orði Guðs og engu öðru. Þetta það sem að við, þetta trúað fólk, erum sýnt og heilagt að bera fram fyrir fólk, sýnt og heilagt að tjá okkur bæði við okkur sjálf og aðra sem vilja heyra, að því við viljum að þetta náist fram, að hjartað fyllist þessu góða og munnur farið því að tala það sem lífgefandi og uppörvandi. Já, það eru tvö öfl í þessum heimi. Annað gott og hitt illt. Og þetta illa gerir í því að fremja illsku. Gerir í því að mata hjarta þannig að út munn fari ekki nema óhróður, lygar og hvað sem Syndin hikar ekki við að ljúga, komi það henni vel, en lygin hefni sín alltaf. Hún mun alltaf koma í bak manna og kvenna. Heiðarleikinn öðruvísi. Hann heldur utan mannin, hann ver mannin. Heiðarleg manneskja mun því alltaf ganga hnarreist í gegnum sitt líf. Heiðarleg manneskja sem Drottinn býr í, ver og varðveitir, sér til þess sjálfur að þetta fólk komist alltaf í gegn, ekki bara hnarreist, heldur betur uppbyggt af sinni trú. Þetta ekki spennandi? Þú getur verið þessi manneskja. Þetta öllum boðið sem segja já við Jesús. Og þess vegna segjum við, já, ekkert í þessu, Drottinn hefur gert þetta allt. Þetta einhver áfellisdómur yfir mér? Já, kannski getuleysi mínu, ég get alveg viðurkennt það. En þetta til þess að lyfta nafni Drottins upp, og það verk hinna trúuðu. Og þegar við tilheyrum honum sem segir sannleikann, munum við líka bera fram sannleikann. Við munum ekki segja meira en tala neitt nema það sem að við getum staðið við. Það gerir heiðarlegt fólk. Syndin ekki heiðarleg. Hún bara eitthvað. Það veit enginn í raun og veru hvað hún en hún eitthvað. Hún segir eitthvað. Hugsar eitthvað. Hugsar ekki hvað rétt og hvað rangt. Hún bara hugsar eitthvað. Býr til eitthvað og framber eitthvað. Rétt og rangt aukaatriði. Og undir þessu afli allur heimur, og við sjáum skekkjuna sem þar að hún skelfileg og engin leið til þess að rétta hana af. Þess vegna vill Drottinn að ég og þú frambyrðu sitt orð, og hvað gerist? Jú, hann tekur þetta fólk úr þessu umhverfi, þessu skakka, beglaða, upplogna umhverfi sem í því að blekkja mann og annan. Og hann tekur það semst úr þessu umhverfi og setur það í sitt umhverfi, og það allt í einu upplifir fegurð. Það allt í einu upplifir það að þarna sé einhvað sem það geti haldið í. Og þetta vex ásmegin í fólkinu vegna þess að enginn sér þetta fyrir hann búinn að fá heilagan anda. Og andinn, orðið og allt þetta hjálpast við að byggja manni svo upp að fullvísan ekki bara komi, heldur
viti hann 100% vissu að Drottinn sá sem hann segist vera, og þessi fullvissa undirstrekar það hvar ég á að vera. Gerir mig ekkert að merkilegri manni, en gerir mig að þeim manni sem Drottinn vill etja fram. Og hvað vill hann sjá? Heiðarleika, sannleika, orð sem tala blíðlega, eru ljúf og heiljá, því hann þetta sjálfur. Vegna þess að hann að frambera sjálfan sig í minni framkomu, þinni framkomu, þess vegna vill hann og keppir eftir og býr svo hnúta að hún sé góð. Sjá þetta allir. Örugglega ekki syndin, hún sér þetta ekki neitt. Hún sér ekkert nema sjálfa sig. Já, sumir trúaðir menn og konur sjá þetta. Og ég sé þetta í mörgu trúuðu fólki líka, þannig að það jafnt á komið. Ég hef alltaf trúað á þetta trúaða fólk í raun og veru. En ég veit alveg að það breyst eins og ég. Ég veit mistökin mín og ég veit að aðrir gera mistök líka. Ég veit líka að sumt fólk lærir á sínum mistökum. Aðrir eru heimskir, segi það nú bara eins og þó þeir eigi til trú og labba sömu leið sem þeir skreiddust í burt nær dauða en lífi kannski, en labba aftur sömu leið. Það þúa. Þeir koma henni og hrasa hana, sömu þúu. Það ekki merkt hygni. Þetta getur komið fyrir trúaðan mann og hver veit ekki þetta. Þessna áréttingin þessi, leyfðu Drottni að mata þig í dag. Leyfðu Drottni að fylla hjartað þitt í dag, tala við hjartað í dag, því hann vill áfram að munnurinn mæli það sem satt og rétt. Þið sjáuð að hann vakir yfir manninum og meira, hann verður að vaka yfir manninum sjálfur. Drottinn sá sem hnippir í einn og svo annan. Drottinn sá sem leggur til fæðu ofan í mannin, fæðu hjartans. Og hann býr svo hnúta að það sem munnurinn talar eru góð orð, eru hans orð í raun og veru. Og í þessu má þjálfa sig, í þessu má vinna sigra, en alltaf einvörðungu sé Drottinn með í verki. Þetta gott að hafa í huga. Þetta það sem við verðum að vita og tala og árétta við okkur sjálf og aðra. Þannig að okkur í raun og veru ekki við neinni hrösun hætt. Það að segja, ef við erum þarna, hvar þú? Já, ég bið bara það og þú sért á góðum stað. Ég tel mig vera á góðum stað. Ég fylgi Drottni. Hvernig sem við viljum gera þetta, megum við aldrei gleyma því að við þjónum lifandi Guði og til að vita hvernig hann vill að við öktum og höfðum okkur, þá skulum við keppast eftir því að vita vel hver hann sé. Það hægt? Það alveg hægt. En það gerist ekki með hangandi hendi. Það gerist ekki með því að vera með hugan alltaf út suður. Það gerist þegar þú ferð að einblína á verk Guðs. Og þú ferð að setja sjálfan þig inn í þessi verk Guðs og þú ferð að keppa eftir því að gera þessi verk Guðs. Og hvað breytist? Allt. Þú ferð að vanda málfar þitt. Þú ferð að sýna að þér svona hlýrri og betri breytni. Og þú meira að segja ert orðinn maðurinn sem öðrum orðið líður vel að vera innan. Kannski var enginn að bíða eftir því að þú kemur í heimsókn og kannski var það með þeim hætti að fólki eiginlega hlakkaði bara til þegar þú fórst aftur.
sumir eru þarna. Þetta er þetta vinafóa fólk sem í raun og veru sjálft hefur brotið af sér allar brýr. Og þar vill enginn vera. Og þar þarf heldur enginn að vera og jafnvel Drottinn vill endilega og absolutt fá þessa mannesku til sín. Af hverju? Af því að hann ætlar að laga brestina. Og komist hann að og sé þetta allt saman gert mannsins megin af heilum huga, þá viti menn að allt mun breytast. Og þú kannski verða velkomin eins og hver annar hvar sem er. Og er þá af sem áður var. Allt vegna þess að við fæddustum inn í illan heim. Við fæddustum inn í heim sem var illsku vafinn frá toppi til táar. Og af því að syndin er svo svakaleg, af því að syndin getur ekki, en ég má segja okkur sannleikann, þá erum við berskjöldum, vitið þið það. Við höfum ekki í okkur heilagan anda sem ver okkur og eru því berskjöldu fyrir hverju sem er og horfið þið bara hvernig þetta er. Sjáu þið hvernig menn er að elta hverjir aðra. Sjáu þið hvernig menn er að elta hverjir aðra, taka upp skoðanir hvers annar og fylgja skoðunum manna sem að svona kannski hygnin getur vel sagt okkur að sé ekkert betra heldur en það sem við þekkjum. Við erum alltaf að leita að einhverju nýju. Við erum alltaf að leita að því sem betur bæti þetta og hitt og við trúum á þetta og hitt að það muni bætast, breyti einhverju fyrir okkur og við kannski eflum það svo að það komist til áhrifa og valda og hvað gerist. Ég segði mér það, hvað gerist? Ég sé ekki annað en að þetta seti allt við sama. Það er nú bara það sem ég sé. Heimurinn getur ekki betur bætt sjálfa sig því hann er fallinn. En það er til leið, það er til afl sem að getur þetta. Og við erum hér að boða hann sem heitir Jesús og fullyrðum að hann getur það en, takt eftir því sem ég segi, hann tekur því fyrst út úr þessu umhverfi. Þannig þetta umhverfi, þú ert þarna reyndar áfram og heldur svona takti við það vegna þess að þú ert áfram manneskja í þessu líkama sem gengur þessari jörð, en viðmiðin eru orðin önnur. Og þú segir til að mynda þessa stjórnmálaflokka sem þú ert að bölva eða mæra, það er nú bara lenska hjá okkur að við erum annarkvort að bölva þessum stjórnmálaflokkum eða mæra okkur öllu valdi, að þeir munu ekki koma með fyrirmyndaríki fyrir okkur. Þeir geta það ekki, þeir hafa ekki afl í það. Þannig þess vegna veltist þetta og hringsnýst þetta allt sjálfa sig og í raun og veru eru alltaf að horfa upp á sömu myndina, sömu vandamálin, sama vesenið og þar fram eftir götunum. Það eru engar lausnir. En þetta er erfitt fyrir mann að sjá og það er skiljanlegt og eðlilegt að sé erfitt fyrir fólk að sjá vegna þess það hefur ekki þessi viðmið sem að andansfyllt fólk hefur og þar getum við ekkert þakkað okkur eitt né neitt heldur andan sem í okkur er sem við segjum að er frá Guði. Hann sýnir okkur þetta. Og þetta gerir að verkum að við í raun og veru þráum það eitt að bera fram Guðsmyndina. Við getum alveg kosið flokka og ég geri það og hann har alltaf gert það. En ég geri svona ykkur að segja ekki neinar kröfur til þeirra vegna þess að ég er búinn að sjá að þetta er bara svona. Það er langt síðan ég hætti að gera einhverja þær kröfur til flokka að þeir einhvern veginn lyfti þessu öllu upp og setji í gott lag. Ég er orðinn 67 ára gamall, er nú búinn að kjósa nokkur sinnum og þetta hefur bara svona velst fram og tilbaka. Kannski einhver ár aðeins betri en hin en svo hefur þetta sungað niður og stigið aðeins upp og svo framvegis og framvegis. En þetta er ekki leiðin. En Drottinn er leiðin
hann er viskan, hann er þetta góða. Hann gerir mann að þeim manni sem hann vill sjá, góðum manni sem er vandaður í tali og í umgengni og í verkum og öllu þessu, ábyrg manneskja, það sem já viðkomandi er já og nei er nei, en það líka er aldeilis ábótavant í heiminu. Þú getur í raun og veru ekki stólað á nokkurn mann orðið, segðu með tímana, ykkur ætlar að mæta klukkan þetta, 2 tímum seinna þá kannski drattast hann inn, ef hann þá annar borð kemur. Hann er með verk, hann er hlaupandi út allt og vinnur eilítið hér og eilítið þar og allt er þetta bara tvist og bast. Þetta er heimurinn. Þetta er ekki að vera með já sitt já og nei sitt nei. Þetta er miklu frekar það að færast mikið í fang og ráða svo ekki neitt við neitt, sem er í raun og veru ekkert annað en ávísun á vanlíðan og leiðindi. Við höfum ekki að haga líf okkar þannig að þetta sé staða okkar, en hver margra er ekki þessi staða einmitt uppi. Við getum komið okkur út úr þessu öllu. En ekki með því að vera áfram þar sem við erum, það er alveg ljóst. Og við getum komið okkur út úr þessu vegna þess að við erum góðan Guð og við erum að boða trú og við vitum aldrei hvar hann stingur sér niður. En þá er sá sem hann stakk sér til og tók, komin út úr þessu umhverfi, alveg svo ég var hjá mér, og ég horfi til ljóssins, til lífsins og sé allt annað en ég þekkti áður og það heillar mig. Það er mitt það sem gerðist þegar ég frelsaðist. Þá heillaðist ég af því sem ég þá upplifði og sá. Ég sagði við sjálfa mig, hérna vil ég vera. Og síðan hef ég verið þar og aldrei veiklast neitt í því að vera þar. Því að þetta er það sem gerir mann að manni. Þetta er það sem dregur upp lífið eins og það er og ég spila úr því eins og það er og nota orðið mér til halds og traust því að það er. Ég segir auðvitað ekki til líðan mína frá einum tíma til annars. Hún er bara svo þín og getur verið allavega. En yfir þess er Drottinn og hann er styrkurinn. Verður áfram styrkurinn og það sem ég vil halda í. Þetta verður aldrei frá mér tekið og þú segir þetta með mér sem átt Jesú, þetta verður aldrei frá mér tekið. En þetta kostar það að ég þarf að vanda mig betur, ég þarf að þekkja Drottinn betur, því hann kemur þessu öllu til vegar, en það gerist aldrei ef þú þekkjar hann aldrei neitt nema bara kannski eitt fingurinn á hann. Hann er miklu meira en eitt fingur. Þú þarft að þekkja hann. Þú þarft að þekkja hjartað hans, þú þarft að þekkja huga hans og hvernig hann er og virkar. Og þú getur það. Rétt eins og bara ég og allir aðri menn sem Drottinn hefur tekið að sér. Þetta er það sem hann vill. Hann vill að við þekkjum sig. Hann segir það sjálfur. Reyni mig einu sinni á þennan hátt. Hvort ég opni ekki flóðgáttum himinsins fyrir þér. Hvað er hann að tala um hana? En að við þekkjum hann. Hvað er hann að segja líka? Að sumir menn þekkja hann ekki, þó þeir ættu að þekkja hann. En þeir gera það ekki vegna þess að þeir eru með huga sinn allt annars staðar. Þeir eru með huga sinn í þessu fallna heimi og trúiði mér, kæru vinir, að það getur verið mesta vinna að rífa sig frá honum. Af hverju? Það segir sig alveg sjálft. Við þekkjum hann, við höfum verið það svo lengi og svo kemur þetta nýja, okkur líka það opbáslega vel. En þetta eðli í okkur, þetta fallna eðli er alltaf að tosa sig upp og við erum alltaf að slást við það. Það er að tala líka úr aðtúa það. Það talar alveg fram og tilbaka við allt og ekki neitt. En það er að fallnu eðli, þetta er þetta fallna eðli og falli eðli segir okkur ekki sannleika. Þannig við sjáum alveg hvernig við eigum að gera þetta. Við verðum að stíga til hliðar, byrja daginn á því að stíga til hliðar og þá kemur Drottinn og leiðbeinir okkur. Svona eru skiptin.
Er þetta óvinnandi vegur? Ég veit ekkert það. Er óvinnandi vegur að segja við sjálfum sér, nú ætla ég að stíga til hliðar og fylgja Drottni? Það held ég ekki. Ég held að þetta sé bara mjög létt verk. En þetta það sem við verðum að gera. Og þá er hérna afraksturinn á því, þetta sem við verðum hér að tala að málfarið þitt verður vandara, verkin þín verða betri og já þitt verður já og nei þitt er nei. Já, þetta er mjög mögnuð vers. Já, þið segja já og nei þitt sé nei. Já, segir þau, þú gerir það. Og nei, ok, þið miður geta það ekki og þú kemur ekki, þú bara afskrifar það. Þetta er það sem Drottinn vill að við gerum. Þetta er það sem að heiminum skortir og hirðiríkjum og óheiðarleiki er því grasserandi bara allt, eins og vorum að tala á það. Það er varla hægt að stóla á nokkurn mann sem að þó segir já og lofa sér þarna og hérna. Við vitum ekkert hvort hann komi fyrir en hann bara birtist. Og mönnum er nákvæmlega sama þetta, þeir segi ekki einu sinni afsakið, varla. Að þetta er heimurinn. Þetta er hringlandinn í heiminum. Og þetta gerir að verkum að allir eru meira og minna óanaðir, eðlilega, því að sértu að biðja einhvern viðvik og vantar einhvern viðvik til að mynda heima að þér, þá viltu þetta það komi. Þú ætlar ekki að reiða fyrir þetta fullu verði og allt saman það. En þú vilt að þetta komi og þú vilt að sá sem að talaði við þig standi við það sem að hann sagði. En gerir þú það sjálfur og sjálf? Stendur þú við það sem þú segir? Ég bið það að, já, ég bið Guð það fyrir þína hönd að svo sé. En sértu kristin manneskja, skaltu standa við það sem þú segir, en hafir ekki gert það hingað til, þá skaltu breyta því og byrja núna. Sér það er vilji Guðs, það segir í orði Guðs, já þitt sé já og nei þitt sé nei. Þetta er eitthvað sem við þurfum líka að ígrunda hvað merki og skilningunni kemur og ef við tökum þessu rétt, þá líka vex ábyrgðarkenndin af þessum verkum. Þannig að við sjáum að ábyrgðin er alltaf mín. Hún getur ekki verið neinn önnur. Það er ég sem þarf að vaksa. Það er ég sem þarf að gæta tungu minnar. Það er ég sem þarf að gæta þess að orð mín séu blíðleg, séu ekki hörð og leiðinleg, umfram allt að þau séu sönn. Þetta er eitthvað sem Drottinn vill að við vöxum í, því að með því að vaksa þarna og temjast við svona blíðlegari setningar en við kannski höfum gert hingað til, þá verður allt ljúflegt í kringum okkur. Okkur líkar ekki skammir. Okkur líkar ekki þessi hryssingslegu, ógeðslegu orð sem menn demba yfir hverjir aðra. Okkur líkar það ekki. Okkur líkar heldur ekki að fá þetta yfir okkur. En við getum alveg talað öðruvísi. Og svo fyrir utan það, að ef við temjustu við blíðlegar setningar, ég lofa þér því og ég rekna með að þú vitir það, þú nærð miklu meira fram með þeim hætti heldur hryssingum, öskrunum og ljótu orðunum. Þau eru ekki til árangurs ætlu. Þannig að við ráðum þessu öllu sjálf hvernig umhverfið okkar er. Og við erum hér að tala orðfærið okkar og við vitum gagnsemin af því að nota þau með réttum hætti. En það gerir annars segja. Ég ekki að svo segja. Við sjáum annað líka í þessu sem er mikilvægt að hugsa Við vitum fullt hvernig á að gera þetta og hitt til að umhverfið okkar lagist. Akkillesarhællinn þar er að við gerum það svo sjaldan og hleypum með einu og öðrum hætti öll í loftu sem tíma tekur að lægja aftur en þurfti aldrei að gerast.
Við höldum okkur bara einfaldlega áfram í lagi og þá þarf ekkert að lagafæra neitt sem að engin ástæða var til að gísi upp. Þetta bara vegna þess að við sitjum á okkur. Við temjumst við einhvað það sem gott. Og hvað svo? Það verður allt gott. Þannig að við erum ekki fólkið sem komum inn með vandræði. Við erum ekki fólkið sem efnir til óerða eða ólata eða býr til einhvern pirring á milli manna. Við getum kannski ekki lært þetta í öllum tilvikum, en við erum ekki fólkið sem eru völd að þessu. Það eru aðrir sem sjá það, en sumir eru þannig að þeir kenna öðrum sem allt annað mál. Við erum heldur ekki það fólk. Við erum tilbúin til að taka á okkur það sem við höfum gert rangt og gerum það. En við tökum ekki á okkur einhvað sem við höfum ekki gert. Og það ætti engin maður heldur að gera. Þannig að sjálfsögðum eigum við öll eitt og sérhvert okkar verja okkur. Það er allt annað mál. En hvað erum við að verja? Við erum að verja sannleikann. Ef við erum að verja einhvern óhróður, þá erum við bara á sama stað og hinn sem illt fremur. Það er ekki að ganga sannleikans megin í lífinu. Og aftur komum við að þeirri spurningu, hvernig viljum við hafa þetta? Hvað er það sem við viljum sjá? Ég veit alveg svarið, það er hið góða að fara á fullkomna. Þá skulum við líka gera það og vera fólki sem að vinnur með þeim hætti. Ef einn getur það, þá getur það líka annar. Ef ég get það, þá getur þú það líka. En bæði þurfum að temjast við þetta. Ég bendi þér orð Guðs, ég bendi þér á trúna, ég bendi þér á heilagan anda og það allt. Þú þarft á þessu að halda. Þá líka breytast viðmiðin. Þú hættir að vænta eitthvað sérstaks að til að mynda stjórnmálaflokkum og þú eins og ég þess vegna getur sagt að bara já, þetta er bara svona. Það breytist ekki dagarflokkum mun breyta neinu þannig sé að það verði eitthvað umsnúningur og allt svaka flott. Þeir hafi ekki afl í það. Og Drottinn er ekkert að velta þessu fyrir sér. Hann tekur mig út úr sínu umhverfi og við blasir allsnægtir hans og heimurinn er bara þarna með sína hringa vitleysu og í raun og veru þá snertir hann mig ekki neitt. Þess að ég hef líka oft sagt að í Guði þá bara lifir maður í nægjusemi og mér finnst það gott. Þess að ég hef líka oft sagt að þá er ég með allt í kringum mig sem að ég get haft og má hafa og ég náttúrulega má hafa allt sem ég vil rétt eins og þú. Þannig er nú þetta, kæru vinir, og við höldum áfram að boða Guð og benda mönnum á hvað betra sé vegna þess að sumt er betur en annað, það er nú bara þannig. Og ég er að benda þér að það sem að bregst engum. Þú getur notað og haldið í báðum höndum og þú munt ekki vilja sleppa og þarft heldur ekkert að sleppa því að þú grípur í hönd Drottins og hún læsist utan á þína hönd. Þannig það er varla nóg að þú réttir úr þínum lófa því að hann heldur áfram með sínum. Þannig við skulum bara haldast í hendur við Drottinn og vera ekkert að hugsa það að rétta út lófan, heldur bara halda í þessa hönd og feta með honum leiðina og hann mun sjá til þess að við gerum það sem er rétt. Er það ekki bara flott? Ég elska það að gera það sem er rétt og ég er nokkuð viss að þú tekur undir þá sögn mína. Ég skulle segja þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur góðu verki Drottins áfram.